Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Mannlíf á Skagaströnd hefur á síðustu árum tekið talsverðum breytingum og bærinn á margan hátt breyst úr því að vera nær eingöngu sjávarútvegsplás í stað þar sem erlendir og innlendir listamenn hafa heilsársbúsetu 1 mánuð hver í einu að lágmarki. Þá hefur þekkingarstörfum fjölgað og eftirspurn eftir húsnæði er nú meiri en framboð. En hvernig hófst þetta? Já, það er nú spurning. Ég kom hérna fyrst fyrir 10 árum síðan, það hafði ég aldrei komið hérna. Og þá var ég að tala við sveitarstjórnarmenn að setja á stofn Nes listamiðstöð og það verkefni fór og varð að veruleika og það er bara svo skemmtilegt fólk hérna. Og svo er náttúrulega náttúran og það er ofsalega fallegt hérna. Hvað, varstu bara leið norður og beygðir af afleggjaranum líka? Það lá við, sko. Ég var þá framkvæmdastjóri Textílseturs og Blönduósi og ég bara kom með þessa hugmynd að því ég sá það voru frystihústusölu sem voru alveg eins og sniðin fyrir listamiðstöð, fyrir erlenda listamenn og innlenda og þannig byrjaði þetta og ég sagði þeim þessa sögu og þeir lindu bara ekki látum fyrir ég var komin hingað og búin að setja þetta í gang fyrir það. Fyrir 10 árum? Fyrir 10 árum, já. Nákvæmlega í janúar fyrir 10 árum síðan, 2008. Til hamingju með það? Já. Takk. Svo kom hrun og hvað gerðist? Breytti það eitthvað? Já, það breytti því að þá voru allir vittlausir að koma því það var svo ódýrt. Þannig að það hefur bara aukist, sko. Og svo það er algjörlega sama kurvan í því hvað margir listamenn vilja koma til landsins eins og bara í ferðamennskunni. Þannig að það hefur bara aukist og eftir það náttúrulega gaus og allt slíkt þá eru bara fleiri sem vilja koma. Hvað eru margir listamenn búin að koma? Í Nes listamiðstöð? Já. Það eru, ég held að við séum að rúna 1000 manns núna. Eða hvort það getur verið að við séum komin yfir 1000. Hvað eru margir í einu? Það eru svona, ég held að sé pláss fyrir 15. Það eru 15 í einu. Og það hefur svona, já, það stoppar eiginlega þar og það er eiginlega bæði vinnustofurýmið og gistirýmið sem hefur svona hamlað því að það væri hægt að vera með fleiri, sko. Þannig að þér þóttu bara eðlilegt framhald af þessu að fara næst í að opna gistiheimili á Skagaströnd? Já, ég var búin að vera að líti í kringum mig lengi og ég var næstu búin að kaupa annað hús og bara að því mér fannst að það vantaði svona meira svona stöðuleika í gistirýmið af því við vorum búin að vera á 10 stöðum í bænum og ég segi við að því ég sitt nú ennþá í stjórn og ég sé hætt þar sem framkvæmdastjóri og á þeim tíma þá keypti líka Nes listamiðstöð sitt eigið hús en mér fannst ennþá samt að það þyrfti meira og ég gerði könnun á því meðal dvalargesta hvort af því það er til dæmis allstaði hjá okkur í Nes listamiðstöð þar fólk að deila salerni með öðrum og býr saman í svona hálfgerðu svona kommunulífi og það hentar ekkert öllum. Það er ekkert allir listamenn svona ungir og til að lánast að sofa á gólfinu, sko. Hrafnhildur segir sveitarstjórnin á Skagaströnd vera einstaklega opna fyrir nýjungum og góða í samstarfi. Sveitarfélagið hafi til dæmis keypt með henni húsnæðið undir gistiheimilið þó hún sé ein ábyrg fyrir rekstrinum. Já, þetta er byggt 1950 og þetta er skilgreint sem verbúð hjá ríkisskattstjóra þannig að þetta var byggt með því í huga að hér ætti að búa fólk. Það var aldrei. Hérna var sko frá upphafi, það hefur verið beitingahús og salthús, það var saltfiskur hér á neðri hæðinni. Síðan var þetta lengi vel og það hafa margir sagt mér frá því, hér vann ég á vélaverkstæði og síðan á endanum bara rétt eftir aldamótin þá kaupir trésmiða Helga Gunnarssonar og hér ætlaði hann að setja sitt verkstæði inn. En ég held að hafi ekkert orðið úr því, sko. Já, það var nú ansi skrautlegt, sko, því að sérstaklega hérna efri hæðin, mér fannst hún ansi, Helgi var aðalega niðri og þar hafði verið þetta vélaverkstæði, þetta var svona bara eins og komin í gamalt vélaverkstæði og geymslu, en hérna uppi var ansi mikið, sko, það var ekki alveg þétt þakið og svolítið þykk svona lag af jarðveg og eiginlega, já, svona hálfgerði drullu, sko.
ég fekk vægast sagt smá klíu. Og svo var svona að það hafði verið beitinga aðstæða hérna inn í horninu, allir veggir úr asbesti og þar var svona slóru eða svona hreistur upp eftir veggjum og það hafði bara verið gengið út sko þegar það var hægt að reka hérna og ekkert verið gert sko. En það var ekki nóg til þess að sláða út af laginu? Nei, ég þurfti nú aðeins að sofa á þessu sko. Klían endist alveg halvaleiti Reykjavíkur. En ég svaf á þessu nokkur nætur og svo hringdi ég nú í Helga og sagði ég hefði áhuga. Síðan þetta var hafa ófáir lagt hönd á plóg. Byggingarstjórinn kom frá Hvammstanga og mest heimamenn hafa unnið við endurbæturnar. Salthúsið er nú komið í gagnið á ný og allir velkomnir þangað. Hér verði svona blanda rekstur. Hér verður opið fyrir gest og gangandi sem eru bara erlendir og innlendir ferðamenn og svo listamenn í gegnum Neslistamiðstöð. Hrafnhildur er textílhönnur og ákvað að hanna sjálf púða og rúmteppi í gistiheimili sitt. En það eru mörg fótsporin eftir því hérna á Skagaströnd? Já, þetta fer að verða svolítið. Ég nú ekki hætt ennþá, sko. Nei, hvað er næst? Nei, nú þurfum við að koma að staða almennilegu gallerí og ég ætla nú að byrja hérna á göngunum, bara í húsinu og stofna svona, gallerí þar sem ég ætla að vera með góðar sýningar og það verða, fyrstu sýningarnir sem verða frá listamennum sem hafa dvalið hérna í Neslistamiðstöð. Og síðan þurfum við að koma upp gallerí fyrir Neslistamiðstöð og almennilega skrifstofaðstöðu og kannski bara, svo þegar það er búið þá kannski bara listasafn eða eitthvað, ég veit ekki hvar, það er nóg á húsnæðinu sko. Þannig að þú veist ekkert hvert framtíðin verði. Nei, ég hugsa sko, það hafa margir sagt, þú þarft nú að koma á Blönduós og þú þarft nú að koma á Suður með sjó og eitthvað svoleiðis sko og ég ætla að halda mig við Skagaströnd. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.